Já, við erum stödd í Fishers húsi í Keflavík. Hús sem vel yfir 100 ára gamalt. Mjög sögulegt hús. Og við erum hjá henni Siggu Dögg Arnardóttur. Og þú ætlar að fara að spreyta þig hérna á ljósanótt. Já, ég búin að þrá að vera með á ljósanótt í mörg ár. Og ég hef alltaf að hugsa hvað get ég gert sem svo skemmtilegt. Og svo líka lifir allan tíma sem ljósanótt svo margir dagar. Og svo bara vill svo vel til að ég var að skrifa mína fyrstu skáldsögu. 3. bókin sem ég skrifa, en fyrsta skáldsaga mín. Og ég bara, þetta svona, kjánlegt að segja þetta, en þetta var í alvörun svona hugljúm. Þetta var svona, þetta gæti verið brilljant, en ef ég gerir bara sýningu bókina. Og ég er svo rosalega hröð þegar ég fæ eitthvað svona sem ég bara hef brjálæða trú á. Að ég bara neldi mér í húsnæði, get ég gert þetta, þetta góð hugmynd? Bara undir nokkra fólk eitthvað, þetta gæti verið flott, ég veit ekki alveg hvað það er að gera, en þetta gæti verið eitthvað. Ég bara, ok, við riggum þessu upp. Og fór bara af stað eins og einhver sprengja hérna. Og hvað fjallar bókin? Bókin fjallar hana Veru og Vera er að bíða eftir að byrja á blæðingum. Og þetta fjallar svona samband Veru við pappa sinn sem með mikinn umhverfiskvíða og umhverfismálin brenna á honum og þau búa bara 2. Og svo kynnist Vera nýjum vinkonum og þær eru svolítið svona mikið að spjalla kynlíf sem er svolítið nýr heimur fyrir Veru sem veit ekki alveg hvar hún stendur í þessu öllu og hún kynnist Gaia og hún byrjar með þessum Gaia og þá förum við svolítið ferðalag með henni. Þannig að bókin kemur inn á kynhneigð, hún kemur inn á blæðingar, hún kemur inn á ástina, hrifningu og líka bara samþykki sem við erum að tala svo mikið núna. Þú ert kynfræðingur og í hverju felst þín vinna þessa dagana? Fyrir utan bókina? Já, fyrir utan bókina. Bókina það var eiginlega að skrifa í hjáverkum. Aðal vinna mín er kynfræðsla, bara all land fyrirlestrar. Það er bara það sem ég geri. Hvað getur þú sagt okkur það? Hvernig er staðan, hvað getur þú sagt, í kynfræðslu hjá unga fólkinu í dag? Staðan er bara eiginlega svo að hún er rosa misjöfn eftir skólum. Þannig að það vantar svona einhvers konar samræmi og þau kalla náttúrulega eftir meiri kynfræðslu og það þýðir ekki að sé engin kynfræðsla, það þýðir bara að þeim vantar meira og eins og við erum að sjá frá svona topplöndunum eins og Holland þar sem þau gerir þetta opboðslega vel og flétta þetta inn í öll skólastigin, þú veist alveg frá leikskóla þar sem er bara verið að tala ást og sambönd og fjölskyldur og allt þetta, að þá er þetta svona falleg flétta í gegnum allt skólastigið og það er það sem við þurfum að horfa til svolítið hér. Já, þetta eru sem sagt nafnlausu spurningarnar sem ég hef sankað að mér. Ég er búin að vera núna að starfa við fyrirlestra frá 2010 og ekki á hverjum einasta fyrirlestri en á mörgum fyrirlestrum höfum við tíma fyrir nafnlausar spurningar og ég hef alltaf haldið upp á þessar spurningar og geymið þær. Og þetta er bara lítið brotabrot af fleiri þúsundu spurningar sem ég á og mér langaði svona að sýna breiddina í því sem krakkarnir eru að pæla í. Þegar sumir halda ef krakkar í dag eru að spyrja allt öðru en þau voru að spyrja fyrir 30 árum en staðreyndin er ekki svo og sumir halda nei, krakkar eru ekkert að pæla í þessu. Þannig að mér langaði bara svona að sýna og ég tók þetta samt nokkuð af handahófi en reyndi að passa að vera ekki mikið endurtekningar. Mér langaði bara að sýna hversu mikil breidd er í þeirra pælingum og það er líka svo gaman, svona handskrifað og í mismunandi litum og það er eitthvað svo innlegt við þetta finnst mér. Hvað finnst þér mikilvægast það sem þú ert að gera? Að mæta öllum spurningunum af fordómaleysi og að svara af hreinskilni með réttum upplýsingum. Bara með algjöru virðingu og mæta þar sem þú ert. Og reyna að láta þig bara finna eins og þú sitt í lagi, þú mátt vera eins og þú ert. En hvernig getum við bara gefið þessi verkfæri þannig að þú beitir þeim á réttan hátt. Þú veist, ekki halda þér í myrkrinu og þú bara fálmar eitthvað áfram. Við viljum bara að þú tekir meðvita ákvörðun þar sem þú bara virðingu fyrir þér og manneskjunni sem þú ert með. Ertu að fá þessar spurningar á þessum fyrirlestrum? Já, þetta eru á fyrirlestrunum og þetta er allt þetta skólastig, þetta er 7. til 10. bekkur. Og því að svo er ég líka með framhaldsskóla spurningar og maður finnur oft, það er oft stigsmunur á milli grunnskólaspurningarna og framhaldsskóla. Ekki alltaf, en oft. Sigga, hvað með verjur? Er þetta notað í dag? Eru krakkarnir duglega að nota þetta? Já, krakkarnir eru alveg ágætlega duglega að nota þetta. Gallinn er eiginlega bara svona efri bekkir menntaskóla og eftir menntaskóla. Þá svona hægist aðeins á notkunni. En auðvitað, ég sé alltaf við foreldra, þú ert náttúrulega að kaupa þetta, vera með fulla krukku bara inn á baði og fylla á hana. Þú veist, þau eiga alltaf að hafa aðgengi. Og ein spurning á töflu er til dæmis mega afgreiðslumenn neita manni að kaupa smokkinn af því unglingar hafa lent í því. Bara fengið neitun í hinum af þessum verslunum og einn fekk neitun á að sagt að það væri 16 ára aldurstakmark. Þú veist? Þannig að þetta er náttúrulega ekki nóg gott, augljóslega. Þannig að við þurfum að auka aðgengi og við höfum séð þau lönd þar sem er meiri smokkanótkun.
þar sýnileiki, aðgengi og verð. Þú veist, allt þetta þrennt spilar saman, það ennþá svona, svo vandræðalegt, þú veist, að kaupa hann og svo vandræðalegt að ég fara að setja hann á og hvenær ég setja hann á og kann þú setja hann á og ég setja hann á, hver að setja hann á, veist. Þessi díalógur þarf að vera aðeins eðlilegri en við gerum það bara með því að auka til dæmis sýnileika, þannig að þetta sé ekki svona mikið feimnismál. Og það alls konar hluti sem ég tala um í kynfræðslu sem ég kem að í bókina því mér langar að þessar upplýsingar komist í skil og mér langar að bókin verði ísbrjótur fyrir bæði sko bara unglinga sín á milli en mér langar líka foreldra að þetta verði ísbrjótur þannig ég búin að senda á 8 pör, mæðgnapör, mæðgur þar sem að mamman las og stelpan las og þetta var einmitt ísbrjótur fyrir þær að tala um hvernig þær upplifðu ólíka hluta bókarinnar. Þannig mér langar þetta sé svona bók sem þú bara tætir í þig, lest og svo situr þú eftir og ert svolítið að pæla. Já og þetta svona inn í mín unglingsár, þetta ég sem unglingur og ég tók þú veist, svona kvikmyndapörin sem var þegar ég var tónlistin ég hlusta og uppbólsbíómyndirnar, bækurnar sem að las og geisladiskar og þú veist, af því að þetta svo mikið náttúrulega samtíma menning, svo bara fyndi að 90s tísku núna, akkurat mín unglingsár svolítið þar. Og ég tók myndir upp úr dagbókinni minni og skipulagsbókinni minni og mér langaði svo að tengja inn í þetta bara, maður þarf að fara í tímaflakk þegar maður skrifar fyrir unglinga og ég segi alltaf á foreldrafyrirlestrum, farið þið tilbaka og rifjið upp fyrstu ástina, munið nístandi sársaukann og horfið svo á þessi börn og reynið að tala við þau af bara fullkomnu æðruleysi af því að þú veist, þetta svo sárt og erfitt. Þannig að þetta var líka svo mikið tímaferðalag sko tilbaka og ég var bara í huganum þegar ég var að skrifa bókina, þá átti ég alveg erfitt með að labba sem var götur í Keflavík af því ég fór bara tilbaka, mér fannst bara svo stelpurnar stæði við hliðina á mér, ég bara horfði á þetta hús, ég fæ gæsahúð sko, ég var með þessu partíi þarna, veist, og þannig bara einhver önnur fjölskylda og hver býr þarna og þú veist, maður fer svo þetta svo sterkt að fara tilbaka og sjá svo unglingahópa og maður já, einmitt, hvað 25 ár síðan ég var þarna, en þú veist, þetta er svo skrítið því að maður kannski líður ekki alltaf þessu tíminn hafi liðið sem leið sko, þannig að þetta bara, mér finnst þetta svo gott líka svona að ramma þetta aðeins inn, svona hver höfundur sem unglingur, þetta var svolítið svona minn veruleiki. Bókin kemur út fyrir jól, þannig ég ætla að selja bókina hérna á Ljósanótt í forsölu, þannig að þú getur bara fengið hana að senda heim til þín í desember, innpakka, sæta og fallega og jafnvel árita ef þú vilt. Og já, ég náttúrulega bara að vona að selja fleiri 100 eintök hérna á Ljósanótt. En það bara væri svo ógeðslega gaman að því ég að gefa hann út sjálf, þú veist, þannig að þetta algjörlega mitt og eiginmanns míns framtak A til Ö og fólk getur kosið forsíður, það getur sjálfað sig við vegg, þú veist, þannig að fólk getur haft svolítið ítök líka í bókinni. Þannig að hún ekki 100% lokuð sko, þá hún sé tilbúin, þá ég alveg opin fyrir ýmsu og það hægt að hlusta á upplesturunni, ég verð með 2 kafla hérna upplesna, það aldrei að vita nema ef það skapast eitthvað kvöldstemming að ég lesi svolítið upp úr henni og gefi henni svona baksöguna, gefi henni dýptina sko, hvaðan þetta kom. En þannig að það bara hugsunin mín, að bara fá að gera þetta sjálf og það svolítið frelsi í því líka. En svona kannski að alvarlegri þáttum í kringum þetta eins og maður hefur að heyra unga stráka vera að nota Viagra. Hver þín skoðun á því? Já, það náttúrulega ekki frábært. Þeir náttúrulega ekki nota þetta undir læknisráði og ég var til dæmis með drengi í kynfræðslu sem segir við mig að hann hafi reyndar, þetta strákur í 10. bekk, ég mun aldrei gleyma þessu, hann hafi farið til læknis og fengið uppáskrifa Viagra þegar náði honum ekki upp. Við tölum saman í 2 mínútur og þá vorum við búin að algjörlega komast að því að það var ekkert vandamál við ris. Það var ekki vandamál hans og Viagra var ekki að fara að leysa neitt. Foreldrar hans náttúrulega vissu ekki að hann var að taka þetta, þú veist, Viagra náttúrulega lyf. En svo er komið svona eigum að segja svartamarkaðs samskonar, þú veist, hefur sömu verkan og Viagra sem fólk að fara til Tælands, að kaupa bara bakpoka, koma til Íslands og selja og þetta er mjög þekkt, mjög margir vita þessu. Og að selja og þeir halda einhvern veginn það sé hættulegst. Sumir halda þetta sé einhverja bara jurtir og allt og kósí. Auðvitað þetta inngrip í líkamann og fólk ofta að nota þetta, sérstaklega ungir menn, að nota þetta samhliða áfengisneyslu. Og þá ertu bara komin í algjörnan kokteil sem bara ekki góður fyrir líkamann, ekki góður fyrir hjarta og bara ekki góður fyrir þig á neinn hátt. Þannig að ef þú til dæmis nærðan mikið upp sökum þess að þú ert drukkin, það þá ekki bara ágætt? Þannig að það þarf algjörlega að opna þessu umræðu líka því hún er svolítið falin sko.